Góðan dag, góðir áhorfendur. Varamannabekk Þórs K.A. engin önnur en Silvía Rán Sigurðardóttir sem hefur verið lengi frá vegna meiðsla og hér Keila komin inn í teginn og sending á Söndru en skotið rétt yfir. Þetta var bæði erfitt á móti og undanvindu og hér vinnur Keila Grímsli boltan, sendir inn á Katrínu og hún með skotið yfir. Þór K.A. en aðeins yfir. Hér það Lára sem skallar áfram og Katrín vinnur boltan hérna með sendingu inn á miðjan teginn á Tanna Jannis og hún á Söndru og Sandra með skot framhjá. Þarna hefði og Fylkina hérna boltanum. Nei, Þór K.A. búið að vinna boltan aftur. Sendingina inn á miðjuna á kom sendingin fyrir á Keil Heiðadröfn fyrir gifiði. Og hér það Aldís sem fyrst í boltan og sparkar út af og þá fyrri hálfleik lokið, engar tafir, staðan 0-0 í leikhléi og við gerum hér hlýja útsendingu og komum síðan aftur þegar að seinni hálfleikur hefst. Já, komið sæl aftur. Nú hefjast seinni hálfleikur í leik Þórs K.A. og Fylkis í 8. liðsliðum Borgunarbikars kvenna staðan þá 0-0. Það Sandra María Jessen. Hún tekur allar hrottaspyrnur hjá Þór K.A. Hárbolti út í teginn, þarna kemur skallega marki og Katrín reynir þarna hælspyrnu eða eitthvað í þá áttina en þessi endar á Tinnu Björndísi sem við langan bolta inn að tegnum og hér það skota markið Þórs K.A. en þessi fór yfir. Rúnar Sif Stefansdóttir hérna með skota markið síðan vinnur boltan. Það Tinna þarna í vörninu með bolta fram en hér Sandra komin inn á vítateig með skot en Íris Dögg verð þetta, náður reyndir ekki haldunum en Fylkir hefur gert breytingu á liði sínu. Leikmaður númer 15 kom út af Eva Núra Abrahamsdóttir og inn kom leikmaður númer 6 og akkurat á meðan ég var að tilkynna þetta hér baráttan við teginn hjá Þór K.A. og svo skota markið sem að Sjantel slæm mistök það voru slæm mistök hjá markmanni Þórs K.A. kastaði boltanum í bakið og hér Þórhildur með sendingu inn á Söndru. Sandra hérna hægra megin með skotamarki. Íris Dögg varði þetta, hélt ekki boltanum og síðan var það varð og hér það Tanna Jannis sem sækir inn að vörninni, stungur sending inn á Söndru og Sandra fyrst í þennan bolta, hún leikur framhjá Írisi Dögg en Íris náði að bjarga þessu vel bjarga hjá markverðinni. Katrín að koma aftur frá hjá en tekst ekki. Karen hérna með sendingu inn á Keilu og hún tekur við boltanum og Keila með skot rétt fram hjá. Tanna hefur betur. Boltinn út af. Þór K.A. fær innkast. Gíja á Tanna. Gíja Valgerður. Háa sendingu hérna inn að tegnum og Katrín skallar hann áfram og það Katrín hafði skallað boltan áfram. Eftir að Katrín hafði skallað boltan áfram. Arna skallar frá og þar með leiknum lokið. Þór K.A. komið í undanúrslit í Borgunarbikar. Leikmenn Fylkis ættu þarna eitthvað vantalað við dómaratríóið, segja hvað þið gerði vitlaust í dag. En þessum leik lokið. Þór K.A. 2, Fylkir 1 og það var Sandra María Jessen sem skoraði annað mark Þórs K.A. á loka mínútunni. Þór K.A. komið í undanúrslit í bikarnum en þessi lið mættust einmitt í bikarkeppninni í fyrra og hér á Þórsvelli og þá var það Fylkir sem sigraði. Leiknum lokið 2-1 og Halli og Helgi þakka fyrir sig í dag.